Steinaldarveislan bók eftir Valgarð Egilsson sem kom út fyrir síðustu jól. Bókin byggð á minningum Valgarðs sem fæddist á Grenivík en hefur víða komið við á lífsleiðinni. Bókin hefur fengið góðar viðtökur og haldin hafa verið 2 málþing hana, annað í Reykjavík en hitt var haldið á Akureyri á dögunum. Við getum kallað þetta minningabók en ég vil heldur kalla þetta svona veraldarsögu, það að segja saga veraldarinnar séð með mínum augum alveg frá því ég krakki og þar til bara í dag. Ég nú fæddur hérna austan Eyjafjarðar út á Grenivík og segi ítarlega frá því, sko. En svo maður náttúrulega búinn að lenda í ýmsar áttir síðan. Já, og þetta fólk háði nú þarna baráttu í kannski svolítið harðneskjulegu umhverfi. Já, það við erum stödd hér á Akureyri og veðurlag út með Firði allt annað heldur en hér á Akureyri, hvað þá fram í Firði. Það svo mikið snjóþyngra, sko, og þú hefur þarna sitt hvoru megin Eyjafjarðar, bæði Dalvík, Ólafsfjörð, Siglufjörð, þetta rosalega og Fljótin vestanmegin, þetta rosalega snjóþungt og hjá okkur, það að segja Látraströnd, Höfðahverfi út í fjörðum. Og eins og ég segi, ég kalla þetta veraldarsögu sem þýðir bara að ég að segja frá veröldinni eins og ég sá hana. Það þýðir ég byrja alveg sem hvítvoðungur, þó ég muni kannski ekki alveg þangað, en fyrstu 3 árin á Grenivík og svo flytjum við suður í Höfðahverfið og þar ég mest upp alinn í Hléskógum sem þar í miðju Höfðahverfi og það eiginlega langt síðan, sko. Það ég að upplifa stríðið síðar í heimsstyrjöldina, sko. Fyrsta minning minn á ævinni, það eru breskir hermenn á götum Grenivíkur og þeir komu mjög oft við í húsinu okkar sem hét á Borg því að þar var símstöðin og það var engin annar sími á Grenivík nema hjá lækninum, en móðir mín sá símstöðina og breski herinn þurfti náttúrulega að hafa vita eitthvað gang styrjaldarinnar og þess vegna voru þeir þarna alla daga. Steinaldarveislan, hvaðan kemur þessi titill? Já, ég var að segja að ég vann þarna sem læknir við rannsóknir á krabbameini, þar að segja rannsóknir á frumum þá og það kemur þá mjög mikið inn í erfðafræði og erfðafræðin segir okkur að á 1000 árum þá breytist maðurinn erfðafræðilega praktist tala ekki neitt. Já, okay. og það þýðir þá að frá víkingaöld til dæmis höfum við ekki breyst neitt. Það að segja erfðafræðilega, það að segja allt eðli víkingana, erfðafræðilegt eðli, það í okkur. Já. En þetta eru 1000 ár, hins vegar ef að farið aðeins lengra aftur, 5000 ár, það þýðir þá að við breytumst óskaplega lítið eða næstum ekki neitt á 5000 árum. Já. Og þá voru steinaldarmenn uppi.